Góðan daginn og velkomin í helgarviðtalið sem að þessu sinni verður forsetaviðtal. Ég kom með forsetaframbjóðanda í stólinn til mín sem er engin annar en Eiríkur Ingi Jóhannsson. Velkomin. Takk að þér. Gott að sjá þig. Sömuleiðis. Á hvítasunnudegi. Já. Já, við höldum ekkert. Þetta er hátíðlegt tilefni, eða ekki? Jú, og við erum ekkert að taka frí. Nei. Baráttan Bessastaði er komin á full swing eins og maður segir. Já. Heyrðu, takk fyrir að koma. Já. Og sýna mér þetta traust að koma hérna. Við þekkjumst ekki, við erum að sjást í fyrsta skipti. Nákvæmlega. Ég er náttúrulega að leita á nokkrum innbroti að þér og fannst þetta bara að geta þér. Já, takk fyrir það. Já. Takk fyrir það. Þetta er einfalt. En í dag þarf ekki rosalega mikinn kostnað til að halda úti hlaðvarpi eða í þessu tilfelli svona vídeóhlaðvarpi. Nei, en það er náttúrulega mæðir mest á spyrillin. Já, hvernig hann stendur sig. Já, ég er spyrill, tæknimaður og mætti kannski að fara að sminka líka, þannig að maður geti gert alltaf sæta og fína. Svo allir sé ekki að glampandi í myndavélinni. Já, einmitt. Já. En mér sýnist þið bara koma nokkuð vel út hérna. Já. Ég get alveg sagt að ég hef ekki verið sminkaður einu sinni fyrir podcast. Nú, það ekki? Nei. Já, þú þarft þess ekki. Það virðist ekki verið þörf á því. Þú ert svo fallegur. Kannski er ég bara nógu þurr húðin að hún glampi ekki nógu vel. Nei, þú er bara með lukkið. Já, ég er bara svitna ekkert í podcastum. Bara með stáltaugar, eins og forseti þarf að hafa. Það er nákvæmlega. Já. Heyrðu, ég er náttúrulega búinn að fá smá kynningu á þér í gegnum þessi viðtöl sem hafa verið tekin á ég sá Kappræðurnar RÚV og svo sá ég eitthvað viðtal við þig á Ríkisútvarpi Rás 1 og þar hjó ég eftir einu sem ég langar að spyrja og mér finnst gaman þegar að tala við fólk sem ég hef ekki hitt áður og þekki ekki hausinn í hala á að fræðast sem sagt æskuárin og ég tók eftir því að þú aldir mannin, eða þú sagðir það að þú hafi verið einhverju leyti verið alin upp í Bandaríkjunum. Já, það var talsvert af grunnskólaárunum sem voru þar. Já. Hvar ertu fæddur og hvar ertu svona alin upp áður og ferðið út til Bandaríkjana? Ég fæðist á Landsárum eins og flestir. Já. Og þarna bý svo í foreldrahúsum móður minnar í Garðabæ til að byrja með. Einmitt. Svo er ég þarna eitthvað á Vafri þarna í nokkru ár og bý svo líka upp á Kjalarnesi á Vallá. Ok. Mjög ungur þá, mann nánast ekkert eftir því. Svo fer mamma sem ráskona í Mývatnssveitina og þá er ég 79 til 80 og ég á nú nokkra minningar þaðan en þar var hún sem sagt ráskona hjá tveimur bændum, bræðurum þar og voru svo tvær gamla konur hjá okkur, aðalega einn ef ég man eftir. Já. Og voru hana 2 sumur og ég var nú frægur í sveitinu þar fyrir að missa næst í löppinni í ábyrgðardreifara. Nú, hvað varst að fíblast? Þá voru menn alltaf með þessu litla traktoru og litla ábyrgðardreifara. Já, þetta er svona eins og einhver svona keila aftan á hérna. Nei, ekki þessi voru ílangir og með nífum. Já. Þá þurftir að taka pokan og skera hann og þá var ábyrgðin meira fastari saman. Já. Ekki svona laus og þá hakkaði ábyrgðardreifarinn þetta niður. Já, hann fer honum svona kvörn og svo er einhver svona snígill, einhver svona dreifari þarna. Já, þetta er bara svona 2 rúllur í raun og veru með nífum á. Já. Og fórstu hann í hnífana? Dráttavélin var stjórnuð þá, hraðinn á ábyrgðardreifarinn var stjórnaður eftir hraða dráttavélinnar. Já. Og dreginn bara aftan í og vinnumaðurinn þurfti að hoppa af til að færa einn ábyrgðarpoka sem var fyrir á túninu. Já. Þá dreifðu menn ábyrgðarpokana túnin þegar þeir byrjuðu sko. Já. Og kastaði hann í dreifarann þegar þurfti og þá var pokið fyrir þannig að dráttavélin var nánast stopp og ég litli drengurinn og var skilinn eftir upp á ábyrgðardreifaranum og á meðan að vinnumaðurinn fór og sótti pokan þá stóð ég upp og fór að virða fyrir mér ábyrgðardreifarann og lendi sér betur fyrir fætur fyrst og ný. Og hvað gerðist? Þá fór bara löppin nánast alveg af, hún hékk bara á skinninu öðrum megin og ég endaði á Húsavík þar í góðu aðhaldi og náði að bjarga löppinni. Hvað sé? Já. Þannig það er svona eldri mývetningar muni eftir þessu. Vá, þetta er rosalegt. Já, það muni að ég væri fasta viðskipturinn í Össuri. Já, og hvað varstu gamall? Ég var 30 ára þá. 30 ára gamall? Já, bara aftan á vinnuvél. Nákvæmlega. Íslenska sveitin, engin miskunn. Ég vil meina að það var góð sprett á túninu það árið. Já,
Það blæddi vel. Ég vísi hér að þessum ástæðan að telja þetta bjargaðist. Ég var svo vel umbúðið inni, þú séu mikið gammásíum og ykkur smekkbuxum og sem sagt í ykkur regnfötum og öllu saman og stífilónum. Stoppaði snigillinn þá þarna? Ég man nú ekkert eftir þessu. Nei, förum í. Ég man bara eftir ég var á spítalanum og nokkur atriði þarna á bænum. Já, förum í aðra sálma. Já. Og hvar byrjar í grunnskóla? Ég byrjaði náttúrulega, sko, ég fyrst fer ég til Bandaríkjanna, þegar þú varst að byrja um Ameríku. Já, ok, förum þangað. Fyrst skipti ég fer til Bandaríkjanna þá fer ég í systurhús, systurmóðmu hennar í Tennessee. Tennessee, Hún bjó í Seymour, Tennessee sem stutt frá Knoxville. Já, þú bara í höfuborg country tónlistar. Hún var nú stríðsbarn, frænka, sko. Já. Þannig hún var hálfur kanni fyrir og kynnist á amerískum hermanni hérna upp á Vellið. Já. Hver var hún, segir þú? Systir mömmu. Systir móður þinnar? Já, og mamma var búin að vera þarna í fermingarferð í heilt ár. Hún tók þessa skiptinámu í raun og veru þar í eitt vetur einu sinni. Já. Og svo því hún var ung móður með mig, sko, og bróður minn. Hún var á 17. árið þegar hún átti mig. 16 ára gömul, ég fæðist. Já. Og síðan vegna þess að hún er svo ungmóður og þá kemur að því með áránum að amma og afi alveg bróður minn. Já. Og ég fer með mömmu og þá mamma að kíkja til einhvern herramanns í New York borg og svo þegar það var búið og kíktu við til frænku og vorum þar heilan vetur. Ok. Þannig að frænka heitir Sosja mamma, sko. Þannig að það var Sosja mamma kallaði ég hana, sko, systurinn mömmu. Já, systur mömmu. Það var því svo ungur, sko, frændi minn og vorum að keppast að eiga hana saman, sko. Já. En hvað varstu það lengi í Bandaríkjunum? Þetta var nú bara 1 ár þarna. Já. Svo kem ég náttúrulega heim og fyrsti grunnskóli sem ég var hérna Háteigsskóla. Já. Já, Kennaraháskólanum. Já, beint á móti þessum vélskólinn eða? Já. Gamli, núna tekniskólinn. Já. Þannig að svona heimaslóðin mín að því ég er ungur oft þarna í kringu Stórholti, 47 sem er á Hornhúsi. Þau eru öll einsleit, öll húsin í Stórholtinu nema 47, það var byggt síðast. Já. 3 hæða hús þarna, stórt og mikil. Það var gull lengi, ég veit nú ekki hvernig það er litinn í dag. Já. En þar bjó ég og var náttúrulega þarna þessu ungu maður og svo kynnist mamma annan dátaði upp á Velli. Ok. Og við förum til Kaliforníu og hún endar með að gifta sig. Já. Hvar í Kaliforníu var það? Þetta var í San Diego, þetta héti El Cajon. Já, það er svona mikil hernaðar starfsemi niður í San Diego. Það er náttúrulega, sjóherinn náttúrulega með stóran völl og svo er landgönguliðin, Marines með völl líka þarna. Og hafnir þarna? Já, ég sé það er sjóherinn með sína starfsemi. Coronado og San Diego og það og Slippinir og allt þetta. Já. Og svo kemur Miramar Naval Air Station, það sem að flesti þekkja, það sem að Top Gun er. Já. Þjálfunarstöðuna, sko. Ok. Þannig að maður er oft keyrt fram í bragganum og sé Top Gun á því. Já, ok. En við byggum fyrst í El Cajon sem er alveg næst San Diego. Það er ekki í miðborginni en svona aðeins út í aðri. Hvað sagði El Cajon? El Cajon. El Cajon? E-L og svo Cajon. Já. El Cajon. Og hvað varstu þá gamall þarna? Þá var ég svona 6 ára aldri. Já, og ferði í grunnskóla þarna í Kaliforníu? Já. Þá fór ég í El Cajon Elementary. Já. Man eftir hvað hann hét, sko. Þá byrjaði ævintýrið og BMX-ævintýrið og svona. Já. Ýmislegt sem kom upp á, maður var djarfur. Já, þannig eru það bara, þú fættu 76, þannig bara hvað, 82 eitthvað? Já, ég er algjörlega etísk krakki, þú veist. Já, frábært. Ég ólst upp í þetta sem allir eru að fíla í sjónvarpinu í dag. Já, þetta er svona, veitu hvað, 82, er þetta ekki bara árið sem að E.T. kemur út eða eitthvað? Já, enda sá ég henni í bíó. Já, einmitt. Já, ég sá hann í Knoxville í Tennessee. Já. Ég man eftir því vel, sko. Já. Fóð með frængu og frænda og allt saman. Já, þetta var mjög skemmtilega bíómyndir sem komið á þarna. Já, þetta var rosalega góð tímabil. Já, Steven Spielberg var að fara af stað sem bara svona. Já. Svo kom hann að The Dark Crystal og allt þetta. Já. Það var nóg og flottu myndir frá þessu tímabilu. Já, þetta var mjög skemmtileg tímabil. Já. Og þú ert 82, ég flytt út til Los Angeles 89. Já. Þannig að ég er svona næ í þetta 80s tímabil og við hefum ekki verið langt frá hverjum á tímabili. Nei, einmitt. Og tónlist er skemmtileg, mikið heavy metal. Já. Þú nú var aðeins eldri en þá notið þessu betur. Já, ég fór á tónleika og ég gerði bara. Þú hefði farið á Venice Beach og byrjað að pumpa með Schwarzenegger og þeim. Já, það var ástæðan fyrir því ég fór langa. Ekki? Það var að taka það, sko. Já. Það var geggjað að vera í LA á þessum tíma. Það var mikið gerast alltaf bara í öllu.
rosalega mikill ólgupottur þessi borg. Svo var rosalega uppgangur í Bandaríkjum á þessu árum. Mikill uppgangur. 70., 7., 8. áratugur var alltaf þvílíkur uppgangur í Bandaríkjum. Já. Svo sprakk þetta allt þarna 92 þarna með risa óeirðir í LA. Já. Og ég flytt til Íslands aftur bara að þeim loknum. Þá svona lét ég bara gott heita. Þannig að þú upplifað það lítið. Ég man bara eftir því í sjónvarpinu. Já, en þarna var svona rappið var að stíga upp. Já. Og ég man bara Ice-T gaf út plötuna allavega, heitir maður ekki Cop Killer? Jú. Já, og hann var uppáhaldi hjá mér lengi. Já, þarna var, Cop Killer var bara á bannlista og það var búið. Ég átti þetta albúm og ég veit ekkert hvað það orðið á diskinum. Nei, einmitt. Þetta var rosa skemmtileg tími. Já. Alveg meira áttar. En það var bannað svo þessi diskur þarna fyrir rest, sko. Já, hann þurfti að taka þetta lag af plötunni eða diskinum held ég. Já. Svo bara kom út bara hverju ári ný Arnold Schwarzenegger bíómynd og þetta var... Og Stallone maður, ekki glemma honum. Stallone maður, já. Og fyrstu Die Hard myndinar. Já, talaðu ekki um það. Já. Þannig að nú gamlum hiti á hann. Allt að gerast. Þegar hitinu voru með vöxt. Vöðvastæltar reyktu og reyðu kjátt. Nú sér maður ekki marga vöðvastælta, en ef þeir eru vöðvastæltir þá eru íktir. Já. Eins og The Rock, sko, hann svolítið öfgafullur í stærri, sko. Já, komið tattoo. Hálsinn á hann svera heldur höfuðið á hann. Jú. En hvernig flyttur þú svo aftur heim? Herri, ég náttúrulega, sko, býðan í Kaliforníu. Já. Og náttúrulega raun og veru bara hermannakrakki. Já. Síðan fyrir stjúpi á svona flotaæfingar. Og það er í burtu í 6 mánuði. Já. Þá verður þið bara að ferðast allt Kýrahafið og svoleiðis og þá komum við bara heim og ég fer aftur upp á Hátegisveg. Afi minn átti íbúð í Stórhúsinu, það sem var 47. Já. Þannig að þess vegna var maður svo oft með annað fótinn þar. Og amma og afi bjuggu í Garðabæ en íbúðin var oft laus og notuð bara fyrir fjölskylduna oft. Þannig að langamma mín átti þessi íbúð uppalega. Og þá kem ég í Hátegisskóla og þar og svo förum við aftur til Bandaríkjanna og þegar við komum aftur þá flyttum við til Hawaii. Og hvað árið það? Við búum á Hawaii frá 83 til 86. Já. Hawaii? Já, þar lifði ég flóðbylgju sem átti að koma, en kom aldrei. Já, og varst að surfa? Ég var mest boogieboarding og svo var ég mikið að snorkla. Sko. Hvað séu, í boogieboarding? Boogieboarding? Sem kallað líka bodyboard. Já. Já, þessi bretti sem bara, Boogieboard, hann mjúkur. Já. Bodyboardin harðari útgáfa því. Einmitt. Og svo kemur brimbretti. Já. Ég var aldrei brimbrettastrákur, en bróður minn tók aðeins í það þegar hann kom út til okkar. Já, maður þarf greinilega örgulega mjög gott jafnvægi til að surfa. Ég var bara alltaf í þessu bodyboardi, sko. Þessu boogieboardinu það var bara gaman. Og bjóstu nálega ströndinni? Þarna? Já. Já, sko, ég náttúrulega fluttum út á Hawaii. Já. Þá náttúrulega bara labba inn á strönd. Já, ok. Og bjöggum á hervelli þar sem heitir Kaneohe Bay, sem á Oahu-eyju. Þetta langöngu herstöðin þarna. Og þannig að bjöggum í götu sem heitir Borderland Loop, margt eftir þessu, sko. Já. En mjög skemmtilegt æska þar og margar sögur sem getur sagt þess að frá. Þið greypt inn í æskuminningar þar? Já, þetta voru flottar æskuminningar, það ekki þetta kvartið þessu. Já. Margt sem gerist þarna gott er því. En hvernig að vera barn á herstöð? Þú veist, eins og ég upplifi herstöð, ég hef bara farið inn á herstöð på Keflavíkurflugvelli og þetta virðist bara vera einhvern veginn svona sjálfbær samfélag. Það er skóli og það er lögreglustöð og spítali. Þú þarft ekki að fara út fyrir herstöðina, sko. Búðir og skemmtistaðir. Það voru bíósalir þarna hjá okkur og svo náttúrulega bara arcade og allt svoleiðis, þar sem maður var að fara oft að spila. Já, bara svona leikjasalur. Já. Og svo voru náttúrulega bara keiluhallir sem fylgir oft hernum og svo náttúrulega voru eitthvað svona aðri veitingastæðir hér og þar og svo náttúrulega nógu bröggum. Og ég var svo góður, ég fór alltaf í braggana og spurði hvort ég mætti fá Hermannadót. Já. Eru braggar þarna? Já, það voru braggar út allt, sko. Það sem einhleypingarnir búa. Já. Og þeir voru ofta að gefa mig fullt af Hermannadót og svo fór ég á Flóamarkaðinn í Waikiki þar. Já. Seldir? Já, seldi þar og keypti mér hafnumboltaspil og annað í staðinn. Já. Þannig að maður var businessmaður ungur, sko. Heldur betur. Og gekk mjög vel í þessu, sko. Það er bara verst að Stjúpi var alltaf að stela húfur af mér og þegar hann týndi ekki borgað fyrir þær eftir að hann sá hvað ég átti margar. Hvernig húfa var það? Það var bara Hermann og húfuna, sko. Já. Hermenn fá útlutað bara pening til að kaupa fötin sín. Já, svoleiðis. Þannig ef þeir hugsa ekki nógu vel fötin sín þá þurfa þeir pungur eigin vasa. Já. Það er bara þeir fá bara ákveðin pening og verður bara að passa fötin sín. Ok. En hvernig, þú veist,
bara þú býrð þarna með foreldrunum og þú veist, farið þið á borðið einhverju mötuneyti eða bara eldið þið bara heima hjá okkur? Bara venjulegt heimilishald. Við byggum að hafa í allan tíman í raun og veru svona blokk með 4 íbúðum. Já. Og það var mjög heimiliskelt þarna á milli og nágranninn minn var mjög skröldlegur, hann hét Bob. Já. Og hann átti það til, hann lét mig fara þarna og safna froskum í kassa, pappakassa. Það var rosalega mikið froskum alltaf kvöldin hana. Já, og sko þegar við munið að þetta 8. áratugum, sko, hann að huga fara þá. Hvað gerum við froskarna? Það það skemmtilegast með að vara fólki við, sko. Þetta eitthvað sem ég gleymi aldrei. Hann bjó til fallbyssu. Já. Og hann skaut froskan upp í loftið eins og fallbyssuskot. Já, ok. Svo sastu bara svona logandi froskfljúgandi í loftinu. Og þetta gera hann alltaf af og til að hann var fullur. Já, ok. Var þetta einhver svona hans myndir af vörn? Hann var í fangelsi í dag, sko. Við okkar staðlega, en þá náttúrulega skipti þetta engu máli, sko. Nei, mitt. Þetta annar tími bara. Þetta annar tími. Þið geta að dæma menn á því, en svona var þetta. Svona bara var þetta. Þannig eins og ég, þegar maður var að vökva lóðuna, þá fóru þarna pöttunar algjörlega upp allan vegginn á húsinu. Þá tók maður bara tennisboltan og byrjaði að stúta pöttum á fullu. Já. Það var margt svona. Það fylgir heitu veðri og svona röku loftslegin, allt annað dýralíf heldur en hér á Íslandi. Ég hef bara sagt að þetta eins og hryllingsmynd. Að sjá allar þessu pöllur fara hann upp, sko. Já, það ekki. Mér fannst alltaf gaman, sko, en við erum að tala kvikindi frá þessari stæðar nýtt lillu. Já. Alls konar kvikindi sem voru skriðið vegginn, sko. Stundum er bara ágætt að það sé blött og kalt á Íslandi, þá færri skortýr. Enda þegar maður vökvaði lóna, þá komu fuglarnir á fullu. Já, þetta er matur fyrir þá. Já, og vatnið er að drekja pötnunar og þær er að flýja. Já. Og þá læra fuglarnir fljóta þetta. Einmitt. En hvenær ertu alkomin til Íslands þá aftur? Stjúpi fór aftur á flotaæfingu. Já. Þegar við byggum á Hawaii og þá komum við aftur til Íslands í hálft ár og býð þá bara hjá M&A í Garðabænum þá. Og tek stuttastund í Flataskóla og tókst að vera rekinn úr Flataskóla með þessa. Okay. Enda var ég bara gestur þar. Já. Þannig að ég og félagið minn sem voru þar, Garðbængar voru ekki alveg nógu stiltir strákar. Nei. Þá var ég í 5. bekki við mannrétt. Já, og varstu bara rekinn? Já, bara rekinn úr Flataskóla. Já, engin miskunn. Nei, maður var alveg gaur, sko, maður var ungur. Já. Grallari og gleymi sér í stöðunni, sko. Ég veit það. Já, það er bara fylgir það. Já, ég kannast við það. Já, skemmtileg æska, sko, en kannski ekki alveg jafn skemmtilegt fyrir kennarum sem það hafa stjórnumanni. Nei, þeir þurftu bara að díla við þetta. Já, þú þekkir þetta sem kennari. Já, og líka sem bara gamall nemandi. Nákvæmlega. En allavega þá erum við á þessu flotaæfingar og við erum á Íslandi og svo fyrir við aftur tilbaka til Kaliforníu í smá tíma og er þar bara í nokkur ár og ég kem svo heim í heimsókn 90. Átti að fara aftur til Bandaríkjanna, sko. En svo skilur mamma meðan ég er hérna heima á Íslandi. Og þá eru þau búin að vera eitthvað svona pinku jójóstanda rétt áður en ég fór, sko. Já. Og þau skilja og svo ég bara var ég var sem sagt hjá pappa minnum, mamma kom í desember og var svo í Breiðaskóla, tók 9. bekki þar og síðan fer ég í Norður Hrútafjörðinn bara seint á vorinu, byrjun sumars. Já, ertu það bara í sveit? Já, þá fór ég með stjúpa mínu sem hafði nú tekist að missa bílprófið. Já. Og við fórum bara út á fyrir norður. Hún hafði kynst honum með einhver ástatíð eða eitthvað í Borgarnesi með vinkonu sinni og þetta var bróðir manns hennar. Já. Og mamma bara ákvað að skella sig í Hrútafjörðinn. Hún var alltaf tilbúin í eitthvað ævintýri. Já, ástin er ódauðanleg. Já. Mikil drifkraftur. Þarna var hún bara ráskona og ég fylgdi með en við fórum fyrst 2 þarna og fórum að gróðum einhvern landróður úr músjetnum bílskúr, búslóð frá bróður hans sem var skilinn eftir og gróðum út landróðun og máluðum hann og svo byrjaði að leika sér á fjórhjólum og fara að vera bara sveitastrákur. Bara í góðum fíling. Já. Frábært. En þessi viðveraðin hjá bandaríska flotanum og þú segir að stjúpin hafi verið að fara í einhverjar flotaæfingar. Markaði þetta þína leið til menntunar þegar þú fer sérna og lærir að verða, þú tekur skipstjórnarréttindi og vélstjórnarréttindi. Hann var náttúrulega Marine sem þeir eru náttúrulega ekki á sjónum annan að fylgja sjóhernum milli hafna og svona. En þetta var ekkert eitthvað, þú veist, kviknaði áhugin á sjónum þarna? Nei, það er alveg alíslenskt í mér. Já. Þú ætlar bara ekkert þú ætlar að verða bara íslensku sjómaður? Ég kemst náttúrulega löngu að því seinna, ég vil trúa að það sé eitthvað sem heitir erfðaminni. Já. Svo kemur ég að ljósa að langafi minn hafi verið kennari upp í Vélskólanum. Já.
Þannig að kannski er eitthvað erfðaminni þar og kemur ljósaði afi minn sem ég þekki ekki, hann sé vélstjóri líka og hafi unnið lengi hjá Mærsk og svolítið, svona hver veit, kannski kom eitthvað þaðan. Einmitt. Maður veit aldrei. Þetta er bara í blóðinu. Maður veit það ekki. Eitthvað erfðaminni fer á milli fólks. Virðist vera búið að sanna það en veit ekki hvernig það gerist. Einmitt. Heyrðu, þarna, svo í svo RÚV-viðtalið daginn sem ég var að hlusta á, þá varst að tala hvernig þú eldar lambakjöt. Var það í útvarpsviðtalinu? Það var útvarpsviðtalið. Já. Og ég er mikill áhugamaður lambakjöt og það er eiginlega bara að ég borða mestu bara lambakjöt og fisk. Já. En hvernig, sko, ég hef ýmsar aðferðir við að elda og nú er ég aðalega farin að hæg elda lambakjöt. Ég til dæmis var með lærun síðustu viku bara ég er alltaf að gera tilraunir, ég var með í potti í 10 tíma. Já. Eða sko í svona eldföstu mótinu í ofn, bara á 50 gráðu hita. Einmitt. Hvernig eldar þú lambakjöt? Herri, ég á nú svo lélegan ofn, ég þarf nú alltaf á leiðin að kaupa nýjan og gleymi því alltaf þegar ég elda. Jæja. Og ég er ekki svo mikið að nota ofnin, sko. En allavega ég í raun og veru hef bara svona tilfinningu hvernig lærið er að vera tilbúið. En þyrfti nú að fara að skrefa mig upp og fara að setja hitamælir í það. Jæja. En ég vil hafa þannig að þessi kjöti sé rautt við beinið. Já. Innst. Það var smá, það ágætt að vera eitthvað blæðandi en eins og list, bara svona rétt rautt við það. Og kjötið sé svona bleikar litinn og svo verður það brúnn á leiðin út. En hvað setur ofan á kjötið? Ég set bara gróft salt og pipar, nú orðið. Já, bara saltan pipar eða sítrónupipar eða? Ég var náttúrulega alltaf í þessu blönduðu kryddið sem maður fékk þarna einu sinni. Já. En mér finnst langbest í dag að hafa bara gróft sjávarsalt. Já. Og setja strauið það svona yfir ágætlega þétt og setja svo grófan svartan pipar og síðan elda þetta þannig að kryddið sígist inn í puruna vel. Já. Og svo stökka ég puruna í lokin. Já. Tekur þá, setur það meiri hita í lokin eða? Já, þá skrúa ég hitan upp, fá hann til að puruna að vera vel stökka. Já. Og þá er þetta bara eins og snakk. Já, mér finnst það ógeðslega gott. Þetta er alveg, mér finnst það betra heldur en kjötið. Já, mér finnst vanta feitara kjöt í búðina núna. Þú verður bara að kaupa það svolítið. Ég kaupi lambakjöt með nánast alveg frá bónda. Já. Og þá getur þú panta bara hvað flokk þú vilt. Já. Og það virðist vera alveg gleymt hefð fyrir því að kaupa sér bara skrokka. Já. Og þá þarf maður að eiga frystikistu. Já, ef að fólk ætlar að ná niður matarkörfunni hjá sér, þá verður að kaupa heila skrokka. Já. Þannig er það gert. Ef þú ætlar að fá sér útvalið vakúmpakkað kjöt út í búð, þá er það bara dýrt. Já. Ég meina, ég er ekkert að borga neitt svakalega mikið fyrir lærin og hrygginn minn með þessu. Það frosna lambakjöt sem ég kaupi bara í bónus, mér finnst það mætti vera aðeins feitara. Já. Og upp á það að fá þessa puru. Það er bara svo margir sem vilja ekki feitara. Ég veit að það var nefnilega fyrir einhverjum árum síðan, það var bara fita gerð útlæg eiginlega bara úr mataræði og bara sykur settur inn í staðinn. Ég man að 9. áratunum þá borðaði ég aldrei fitu, sko. Nei. Ég skar þetta alltaf frá. Já, ég var líka orðinn mjög hræddur við fitu á tímabili. Ég gerði þetta bara út af því ég vildi vera í betri formi. Já. En það hefði ekkert við það að gera. Nei. Þetta var bara vitleysa. Ég borða, mun feitara í dag og ég finnst fátt betra til dæmis bara að fá með rjóma og banana. Það gekk eitthvað vel þroskaðan banana og bara kaldan rjóma. Bróður hans stjúpaði í sveitinni, hann kenndi mér eitt. Það var að fá sig frútkokteil. Já. Sýrdótið í dollunni, hella það í skál og svo rjóma yfir það allt. Rjómi. Það er æðislegur svona eftirréttur. Skýrt einfalt og bara virkar. Já, ég segi rjómi og smjör gera vondan mat góðan. Nákvæmlega. Og svo er bara til eitt sem heitir smjör. Smjörvið er ekki smjör. Nei, ég kaupi smjör. Já, ég segi krakka mér það er smjör. Hvað meinar þið, smjörvið eða smjör? Já. Smjör. Smjör. Já. Það heitir eitthvað bæta einhverju olíu. Það er bara helmingurinn af smjörvanum skilsmjörið sé bara jurtafiti. Já, svoleiðis. Já. Nei, ég vil fá. Þetta er einhver vegan útgáfa, svona hálfvegan. Já. Smjörvin. Nei, það er vel feitt. Svo var maður bara aldrei að kaupa smjörlíki, maður bara að kaupa smjör. Já, nei, smjörlíki kaupi ég aldrei. Nei, þetta er náttúrulega bara ekkert annað en jurtafiti líka. Já. Til þess að gera ódýrari smjör. Einmitt. Já. Heyrðu, þannig að þetta var lambakjötið. Aðeins að forsetaframbúðinu sem þú ert í. Já. Hvernig gekk að safna undirskriftum?
Þetta gekk alveg bara meira áttu vel. Það var ekkert að sérstaklega fyrstu vikunum sem ég byrjaði viku seinna heldur ég ætlaði mér. Já. Hvað byrjaður löngu fyrr? Ég byrjaði 4 vikur fyrr. Já, og tókst ekki það með 4 vikur? Okay. Svona 4, 5, einhvers staðar. Já. Og hvernig auglýstur þetta? Auglýst ekki neitt. Ég lagði upp með það að, sko, mér finnst að stjórnarskráin gerir út fyrir að maður á að safna þetta á pappír. Já. Þeir þurftu náttúrulega ekki að tilgreina að þetta væri á pappír út af því að það var bara til pappír þá. En mér finnst þessi rafræni kostur ekki góður. Þannig að ég lagði upp með það og ég vil að lágmarkið sé safnað á pappír, 1500 stykki. Já. Og ég lagði upp með það og endaði með að ég náði 1600 eitthvað á pappír. Á pappír og fórstu kringum landið og... Ég vildi hitta ókunnigt fólk. Já. Það langbesta leið og ég vildi kanna fyrst hvernig viðmótið var. Ég byrjaði fyrstu vikuna, þá var ég ekki búinn að opinbera með neitt svoleiðis. Og þá bara labbaði og hitti fólk og var stundum í 15-20 mínútur í heimsókn hjá fólki. Já. Bara bankaði í hverfinu og fór í fyrirtæki að degi til og svona bara góðu spjallið við marga og það var bara mjög ánægilegt að margir sem að segjast bara aldrei skrifa undir. Já. Og snýri svo huga. Þannig að það er bara jákvætt. Þannig að þýðir maður sé að ná til fólks. Þannig ég fann bara fyrir góðu viðmóti þessu fyrsta viku og fyrst þetta gekk svona vel, þá náði ég ykkur 500-600 fyrstu vikunni. Ok, það er rosalegt. Já, þetta var góðu gangur á þessu, en samt að gefa mig tíma, skilur. Já. Ég var aldrei að flýta minn einu starf. Nei. Og ég náði bara svona vel til fólks og þá bara hugsaði með mér, þetta á erindi við mig þá. Þú veist, það er ekki nóg að hafa hugmyndina, maður þarf að kanna líka hvort maður hefur á og ef maður fær mjög neikvætt frá mörgum á þessari fyrstu viku, þá hefði ég bara ákveðið, herri, þetta á kannski ekki við mig. Og þá bara betra að sleppa þessu. Já. En fyrst þetta gekk svona vel, þá náttúrulega sá ég að ég ætla bara að halda áfram þá. Og það gekk vel, en ég fann að sko, ég sleppti út 1,5 viku páskana. Ég ætlaði að taka 2 kjördæmi, landsfjórðunga. Já, landsfjórðunga. Ég ætlaði að taka 2 fjórðunga páskana og því ég eru rútarinn og ætlaði að fara heim til mömmu og ætlaði að taka 5., 1. og laugardag og rúmta í sveitinni minni og svo báðum heim, það hittir að það 2 fjórðungar sikkur með fjarðarinn sko. Já, já. En vissi það að ég þyrfti að fara eitthvað lengra að norðanmegin, þannig ég ætlaði að reyna að taka 1 dag og klára vestfjarðarhlutann og svo taka 2 daga í Norrlandingafjórðunginn. Já. Og svo kom óveður, þannig að það gekk ekki. Já, já. Og síðan var fermingarna vikun eftir og ég var eiginlega full kærlaus að gera ekki neitt fram að fermingu. Já. Ég hefði átt að taka 3-4 daga og það var sko löng helgi náttúrulega, páskar. Já. Og þannig ég hafði 4 daga fyrir ferminguna og síðan hefði ég getið allan að nota 3. Gott að fara í fermingaveislu og safna undirskriftum, með það ekki? Nei, ég ger það ekki. Nei. Ég hef bara nokkar reglur. Ég fer ekki inn í matsali. Já. Þú veist, ef það er kannski einn að sitja eða eitthvað, þá kannski spjalla það, en ef það er fullir matsali eða mikið fólk, ég er ekki trufla fólk á meðan að borða. Þannig að þú hefur bara náð þessum undirskriftum bara svona maður og mann? Já, það var bara svoleiðis sko. Já. Ég hefði ekki komist inn í þetta öðruvísi sko. Nei, og það er bara þannig með þetta rafræna að þú þarft að eiga pening og auglýsa þig. Já. Þú safnar ekkert auglýsa á rafrænt. Fékkstu rafrænar undirskriftir líka? Já, ég fekk það líka en það var bara, þetta var ekkert að ganga þarna fyrst lengi sko. Já. Svo sá ég það alveg var það bara sönnun til þess hvað munar miklu að auglýsa. Og þegar kjörstjórn gefur mér sem sagt frest til að sækja 15 í viðbót og þá er það auglýst í blöðunum í raun og veru og þá bara þá hrúaðist þetta inn? Alveg, bara á núlleitni. Ég fór sjálfur til öryggis og gekk hverfum mitt og safnaði mig 17 á blaði og svo ég kíkti á rafræna þá var ég bara komið langt yfir þetta. Svo er bara leiðið þess að hanga og var ekkert að tilkynna neitt þetta var komið fyrir en frestum var útrunninn daginn eftir og það er bara bæst við 100 manns þarna á einu sólarhring. Valla sólarhring, skilur. Máttur fjölmiðla er gríðarlega mikill. Já, hann er það og þess vegna þarf að íhuga betur svona fjölmiðla sem að fá styrk. Þeir verða að líta svolítið í eigin barm að þessu. Það er ekki verið að styrkja það til þess að halda bara utanum það sem þeir telja eftir skoðanakanir sé eftir frambjóðendur. Er það þannig að miðlar er að fá sérstaka styrkveitingu til að fjalla forsetaframbjóðendur? Ég hafi verið stórið þannig að það er ekki nóg fyrir okkur að reka okkar eigin fjölmiðli sem heitir RÚV. Já. Þannig að við erum fann að styrkja aðra fjölmiðla. Þannig að Stöð 2 og hvað er Sýn? Ég veit allan að Stöð 2, svo mér er sagt, ég ætla frekar að segja, ég hef ekki kannað þetta sjálfur, að Stöð 2 eða Sýn hefði fengið 107 milljónir. Fyrir forsetaframbúðið sérstaklega? Já, til þess að tilkynna, þú veist að halda utan þú veist þannig að frambúðunum á því. Kappræður og viðtöl. Já. Og síðan fekk skils með heimildin eða
já, heitir ekki heimildin. Heimildin Þeir fengið einhver tæplega 80 milljónir, 70 eitthvað milljónir. Já, ok. Þannig að svona miðlar þurfum náttúrulega bara aðeins að skoða sjálfa sig. Það náttúrulega engin stóði í því að vera að veita þeim styrki ef að þau ætla að haga sig eins og þau eru að gera núna. Já. En Eiríkur, ég vil bara koma fram að ég ekki að fá krónu neinstaðar. Ekki frá mér og ekki neinu, þetta bara áhugamál. Já, ég fjármagna þetta allt sjálfur. Já, og ég segi alltaf, ég hef nú fengið nokkri miðlar sem hef haft samband við mig og svona minni miðlar og þeir reyna að selja auglýsingar. Já, nei, hér ekkert auglýst. Nei, en ég að segja sko, það haft samband við mig og vilja taka viðtölu minn og eitthvað leys og svo komaði hefur ykkur hugsað að kaupa auglýsingu eitthvað. En svo heyrist ekkert í þeim. Já, þú meinar. Þau eru önglaði inn til að fá peninga þér. Þetta bara leikurinn, sko. Sko, ef þú ert einkamiðl, þá náttúrulega ræðir bara hvað þú gerir. Já. Það bara svoleiðis. En ef þú ert komin á styrki, þá ertu bara ekkert með það sjálfræði lengur. Nei, þá ertu náttúrulega eignarhaldi bara í kannski lífeyrissjóða eða... Já, ef þú ert í eignarhaldi lífeyrissjóðs, þá náttúrulega ertu ekki heldur með þetta að þú megi bara gera hvað sem þið sýnist. Nei, maður myndi ætla ekki. Það margir almenningur á bakvið þessi lífeyrissjóðseignir. Já. Og þá ertu bara í eigu fólksins. Og þá þetta verður jafn og það kemur náttúrulega eins og það búið mikið að tala Stöð 2 og Vísir. Já. Þarna í svona viðtal á bara að draga. Já, eins og þegar þeir eru að boða kannski taka 6 efstu eða... Já, auðvitað ætti það vera þannig að það bara dregið úr hatti. Þú veist ekki hverju 6 efstu og með því að segja einhverju 6 þessir eru efstir, þá hefur hann til áhrif. Það verður bara að horfast á það að fólk áhrifakennt. Mjög. Og þú sér það mest á hvar mest peningur neyddur í þessu. Já. Og það í sjónvarpsauglýsingunum. Þessi vídeo og allt sem búið að mikið peninga að gera fólk fallegt og smart. Já. Og svona eins og svo þau hyllist að því, að sjálfsögðu, það markmiði. Já. Að þetta gert af ásetningi út í það að vita að fólki sem eru að horfa á þetta áhrifakennt. Og það sést alveg. Og bara það bara alveg bláköld staðreynd að fólk trúir því sem það les í fjölmiðlum. Já. Og ég að lesa bók Hermann sem var í Desert Storm. Og hann heitir Jarhead, það var gerð bíómynd eftir þessari bók sem heitir líka Jarhead og hann sem líka í Brokeback Mountain, Jake Gyllenhaal leikur í þessari mynd, frábær mynd. Já, ég mátti henni. Já, en svo skrifaði bókina hermaður og hann fekk tilkynningu það bara að stríðinu verið lokið. Já. En hann trúði því ekki. Hann sagði, ég þarf fyrst að sjá það í fjölmiðlum. Það búið að segja hann, nú er stríðið búið. En hann bara, ég var bara að berjast í gær og það var það var að springa sprengjur og ég var að skjóta skotum og það ekki fyrir ég sé það bara svart og hvítu, skrifað. Svo kemur alltaf eins og hvað fólk áhrifagjarnt af þessu skoðanakönnunum. Já. Og það virðist ekki vera heillindi í þessu skoðanakönnunum heldur. Nei, skoðanakannanir eru því marki brendar að það mjög algengt að það sé úrtaksvilla í skoðanakönnunum. Þú þarfst að taka úrtak sem þverskurður af samfélaginu og að ná því meira en að segja það. Já, en það bara þegar þú ert áhrifagjarn og þá kannski horfa þessi ekki séns þó að málefni þeirra tala til þín og þú myndir vilja fá þennan einstakling en sér þessi á ekki séns. Ég ætla að fara að kjósa annan. Þá, og því annars ég bara henda atkvæðið mitt. Það svolítið stílað inn á þennan hugsunarhátt. Og það mér skilst að ég ætla ekki að nefna eitthvað skoðanakannanir fyrirtæki hér. Langar nú helst ekki fara fyrir málaferlum. Nei, skulum ekki detta niður. Það svona óþarfi að lenda í því. En mér skilst að það sé svolítið gert þannig að sumir þessu skoðanir stílaðar inn á þeir vita hvernig sumir svara. Þannig til að fá ákveðin svör sem þeir vilja, þá bara hringt í þessi númer til að fá þessi svör. Já, þannig hefur komið að þessari úrtaksskekkju. Þú getur skekkt úrtaki viljandi. Já. Þú getur, ég ætla bara hringja meira í þetta hverfi og þeir vita alveg að það eru kannski fleiri sjálfstæðismenn á Seltjarnarnesi og Garðabæ og þeir kannski kjósa þá öðruvísi. Það sagt að sjálfstæðisflokkurinn standi að baki Katrínu Jakobsdóttur, ég veit ekki hvort það sé rétt eða rangt, en þannig að þeir geta þá komið henni ofar bara með því að hringja í samfélag þar sem að búa fleiri sjálfstæðismenn. Og þetta náttúrulega þeir sem eru að hringja og tala við þeir, það ekkert víst að þeir hafi hugmynd hvernig þeir valið þessi símanúmer. Nei. En það náttúrulega bara yfirmennin þeirra sem dæla því. En ég segi auðvitað eru þessu skoðanafyrirtæki sem
sjáum þessu kannanir með mismunandi vinnubrögð eða stísu. Þannig ég ætla ekki að gefa mig út að ég sé eitthvað búinn að rannsaka þetta og vera með einhver samsæriskenninga í þessu. En fólk verður að passa sig að það náttúrulega verið að hafa áhrif á það. Og skoðanakannanir hafa mikil áhrif á markaða og það því miður þá var meðan ég gekk landið þá var rosalega margir sem segði ég ætla bara að kjósa þann sem næstur þessum til þess að koma í veg fyrir að þessi vinni. Það ekkert víst að þessi sem næstur sé álítalega kostur. Nei, en þannig erum við komin í kerfi sem kosningakerfi sem meingallað að því leyti að sá sem verður kosinn 1. júní, hann verður ekki til lýðræðislega kosinn, hann ekki með meirihluta bak við sig. Ekki meirihluta kjósenda. Ekki meirihluta kjósenda, en það þyrfti að vera, segi ég, 2 umferðir allavega. Nei, sko, ég vil fá 3 breytingar í kosninga. Fyrsta sem vil ég fá að það sé að lágmarki 1500 skriflið meðmæli. Og þá myndir orða að þú að skilin að lágmarki 1500 skriflið meðmæli og að heild 3000. Og síðan það því það þá má vera rafrænt inn í líka. Síðan kemur að næsta, ég vil fá forkosningar sem að enda það að forseti þarf að ná meirihluta greiddra atkvæða. Og það skiptir svo miklu máli að segja greiddra atkvæða. Að vera þá forkosningar milli allra sem hafa náð undirskriftum? Sem sagt, við þurfum bara ákveða, mér finnst skemmtilega að vera topp 3 sem að það er engin frambjóðandi sem nær meirihluta. Og það laugardagur 1. júní. Það verða forkosningar? Það verða forkosningar. Milli allra sem náðu að bara til þess að þetta er skiljanlegt. Skila undirskriftum. Núna myndu segja, núna 1. júní, ef þetta kerfi væri til staðar, það er kosið á 1. júní, svo kemur ljós 2. júní, það er engin frambjóðandi hérna að fara að ná inn á sem sagt, hefur náð meirihluta greiddra atkvæða. Sem sagt heildar greiddra atkvæða sem fólk búið að greiða. Og þú veist, það náttúrulega mæti ekki allir og kjósa, sko. Og þá myndir þau taka, líklega ég held að það var sanngjarnt að taka topp 3 og setja það svo í kosningu laugardeginum eftir. Þannig þá 8. júní, næsta laugardag, þá næsta laugardag eftir kosninguna kosið þá aftur. Ég held að sé ekki sniðugt að hafa langt bil á milli. Það er alveg hámark 2 vikur og þetta snýst líka það að það sé hægt að halda kostnaði í lágmarkaði. Og ef þetta haldið svona þá bara verið að leigja rými undir þetta kannski 1,5 viku í heildinni. En það er kannski ekki stærsta máli. Þetta svo dýrt að koma náttúrulega upp búnaðinum og fá fólk í vinnu og slíkt til að sinna þetta. En lýðræði kostnaðarsamt? Já. En ég bara að hugsa þetta frá því sjónarhorni að halda kostnaðinn niðri og ná kostnaði. Þessi 3 sem eftir þeir eigi ekki þurfa að auglýsa sjálfa sig mikið og þeir eru búin að vera því í raun og veru 4 vikur pluss. Ég meina framboðstíminn 4 vikur. En ég held að sá forseti sem muni vinna á þennan hátt, honum muni líða betur í starfi að vera með sem sagt meirihluta kjósenda á bakvið sig. Heldur en segjum sem svo að það séu 12 í framboði. Þú gætir tæknilega séð orðið fengið flest atkvæði og þá er með 10% atkvæði. Við gætum verið með Fosta núna sem vinnur á 15%. Það er mjög líklegt. Það er algjörlega glórulaust. 10% er alveg mögulegt núna líka út, það eru 12. Já, það verður bara allir jafn vinsælir. Já, það er alveg möguleiki, en það má hins vegar ekki gleyma því að þetta er kerfið. Já, þetta er kerfið, og sá sem vinnur samkvæmt kerfinu, lögunum, eins og þeir í stjórnarskrá. Og við verðum bara að virða það. Íslendingar hafa nú yfirleitt flestir stutt sinn forseta sem hefur náð kjöri fram að þessu. Ég hugsa að það breytist ekki þótt að það hefur verið 10% eða 15%. En auðvitað verður alltaf þegar það hendar ekki hinum að segja, já, þú ert bara kosin að minnihluta. Þannig það var alltaf notað sem einhver beita í því. En þó að þessi minnihluti sem kausti, það þýðir ekki henni ekki hafa engan áhuga því. Skilur? Ef það væri kannski bara þú í bóið og næsti eða það næsti, þá kannski hefur fengið miklu betri útkomu líka. Þannig að þetta er fórsetið allra þegar hann er búinn að ná kjöri. En við spilum eftir kerfinu eins og það er í dag og svo er það bara framtíðurinn að greina það hvort að það er að breyta þessu kerfi. Ég myndi allavega ekki láta að setja mikið á mér með eitthvað svona og halda að ég megi ekki gera ákveðna hluti bara út af því að ég vann á 15% eða 10%. Já, þú myndi vilja vera talsmaður þessara breytinga. Ég laði mig fram í þessu kerfi eins og það er. Við mætum á kjörstað í þessu kerfi eins og það er. Þá verður bæði kjósandi og frambjóðandi að sætta sig við stöðuna eins og hún er. Og stiðar einnig búin að ná meiri hluta, flest atkvæði af þeim sem er í frambóði
þá það sá sem forseti. Já, við unum því alveg. Já, þannig að fólk á ekki að vera eldast of mikið. En sjálfsög væri gaman, ég myndi alveg vilja vinna því að ná þessum breytingum fram, en það náttúrulega ekki forsetinn sem ræði því. Nei, það er þingið. Það er þingið. Og þetta þurfum við náttúrulega að fá meiri lýðræði inn á þingið. Það er ekkert gott að hafa þetta svona eins og þetta í dag, það sem hefur verið að mynda að stjórna meirihluta út frá hefð, þar sem forsetinn að veita sem sagt ákveðnum flokkum umboðs að mynda ríkisstjórn. Það má ekki gleyma að ríkisstjórnin heitir ríkisráð og þar ráðherrar sem starfa með völd forsetans. Þeir starfa ekki með völd fólksins eða neitt svona, auðvitað er fólki sem kýs það, en það er náttúrulega forsetinn sem kosinn til þess að velja þetta fólk og gefa leyfi fyrir hverju vera ráðherrar. Það er svolítið, við erum í stjórnarhefð, hvernig við myndum ríkisstjórn, og það er ekki heilbrigt að þú myndir ríkisstjórn eins og er gert í dag og þú stjórnir framkvæmdavaldinu, sem er það sem við kallum ríkisstjórnin, og síðan ætlaðum við að vera með þessi sami ríkisstjórn ætlar að stjórna þá líka þinginu og þau eru með meirihluta þar. Og því að þingmenn sem í þessu hvort sem 2 eða 3 flokkar sem mynda ríkisstjórn, þau náttúrulega halda sig saman til þess að halda ríkisstjórnin saman og geta þar með ekki starfa í raun og veru á þinginu sem þingmenn eins og ætla að steyðis þar sem getur farið eftir eigin sannfæringu. Og með þessu kerfi þá áttu líka í raun og veru að núll út, þú ert að búa til eitthvað sem heitir stjórnarandstaða sem á ekki verið til. Það á ekki verið til og stjórnarandstaða. Það á bara að vera til þing, að sem allir þingmenn eiga rétt á að koma fram frumvörpum og tala síns máls. Og kjósa það. Já, og þá heldur eftir í þessu kerfi eins og þetta er núna, þá getur alltaf ákveðin flokkar lent alltaf í ríkisstjórn út af að þurfa að mynda meirihluta. Og þá ertu alltaf að fá sama fólk í stjórn. Þannig í raun og veru kjósendur aldrei að ná neinum breytingum eða vilja. Þetta komið svolítið skýrt fram í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík. Samfylkingin alltaf kom inn og það kom alltaf bara einhverjir aðrir með sem bakkaði upp. Þetta náttúrulega... Þeir sitja alltaf áfram. Sveitarstjórnarkosningana, ég ætla að halda með þessu, en ég vil að þingmenn séu bara þingmenn og eru helst aldrei ráðherrar. Það finnst mér að vera stærstu mistökin sem voru gerð í stjórnarskránni. Þetta kemur einhverju klusja í stjórnarskránni þar sem að stendur að ráðherrar megi að flytja mál á þingi en megi einungis greiða atkvæði á þingi ef þeir eru þingmenn. Og það í raun og veru að segja, með þessu orðum er verið að segja að þingmaður megi vera ráðherra. Og þarna hefði átt að bara taka það út og megi ekki með skilsta færingar hafa breytt þessu. Að þingið megi ekki verið í ríkisstjórn. Og þetta veldur þess að vera mikið meira lýðræði og þarna ertu kannski með 2 flokkar sem eru 20%, annað 10% og þeir dreifa sér bara þinginu og vinna sínu. Flokkar eru bara sérhagsmunahópar í raun og veru í grunninum. Þetta er bara félag og félagskapur og bak við því og það er ekkert að þessu. Það er lýðræðislegt. En auðvitað átt að geta komið sem óháður þingmaður inn á þing líka. En þá í raun og veru myndast ekki svona meirihluti. Sem er bara fastur og leifir aldrei hinum, eins og við þekkjum þessu stjórnarandstaðan í dag. Hún kemur aldrei inn í sínum málum í gegn. En svo eru vissi flokkar sem kannski bara eins og Píratar sögðust ekki vilja fara í stjórn, vildu bara vera í stjórnarandstöðu. Það er ákveðið svona prísið, en ég segi líka ef þú ert alltaf í stjórnarandstöðu. Sumir líður bara vel þar. Já, en það líður nú ekki betur en það að flestir eru bara hætta í þessu starfi. Þannig að það er ekkert gaman að vera alltaf hljómandi eins og setja eitthvað tuða og kvarta alltaf og vera neikvæður og geta svo aldrei haft neinn ákveð. Það eru sumir sem nærast á því. Við erum með stórfé í að hafa þingmenn á þingi og það á náttúrulega til þess að fá faglegt fólk inn á þing, þá þarf það að sjá það að það verði kannski eitthvað úr við þeirri vinnu. Þú veist, þarna á þingmaður þá kannski sénsa að ná einhverjum atkvæðum í allri dreifingun á þinginu. Og það verður þá ekki bara alltaf kannski 20% hópur sem myndar alltaf ríkisstjórn og nær alltaf þá að stjórna þá 50% á þinginu. Og þannig er það bara búið að vera svolítið lengi. Og við vitum hvað flokkar alltaf ríkisstjórn. Ég meina það eru sjálfstæðismenn og það eru framsóknarmenn og þitt og þessi... Vinstri grænir? Já, núna, það er ekki algengt. Nei. En það alltaf komið einn vinstri flokkurinn, það var Samfylkingin á þann inn á tímabili en Framsókn og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið mestan inni. Ég segi þetta alltaf, íslensk pólitík bara svo kjötsúpa, þú ert með kjöt og rófur og hrísgrjón og gulrætur og þetta er alltaf sama efnið, svo bara hrærist í pottinum á 4 ára fresti en þú fær alltaf sömu súpuna. Atkvæðið er ekki að gera neitt í rauninni, þú ert að velja og svo taka þessi flokkar saman, mynda ríkisstjórn og eru kannski ekkert að fara að vilja
kjósendur þeirra. Já. En kjósendur eru fastir í því að, herri, já, þú veist, ég hef engan áhuga að kjósa þetta og þetta og þetta þegar kemur að þingkosningum. Ég ætla bara að halda mig við þess og kjósa það. Þú sért ósáttu við hvernig er að stjórna ríkisstjórninni, en þú segir bara, herri, ég treysti ekki þessum og ég treysti ekki þessum. Og það er því miður verður oft þannig að þeir sem eru í stjórnarandstöðu, þeir lenda í því að það hljóma alltaf eins og sé að tuða og kvarta og þeir hafa bara málþófsréttinn og jú, þeir eru einhverju nefndum og slíkt. En þegar kemur að koma málefnum nýjum lögum og breytingar á þinginu, þá eiga það bara ekki séns og hinir vilja halda í völdin sín. Og það verður þannig að þó að þú sért flokkur nr. 2 sem myndar ríkisstjórn með flokk nr. 1, þá kannski langar þér ekki að gera allt sem flokkur nr. 1 en þú vilt ekki missa völdin sem þú er búin að ná þér í, þannig að þú gefur allt undan. Stjórnmál snúast það að viðhalda valdi. Já, og við erum alltaf með sama fólki sem er að stjórna okkur. Já. Það er ekki breyting, en þetta, það sem fólk áttar sig ekki á, kjósendur áttar sig ekki á, er að með forsetann, ef forsetinn vinnur samkvæmt stjórnarskránni og raðar ríkisráð faglega, þá hefur kjósendur miklu meiri áhrif að hvað það gerist í framkvæmdavaldinu. Af því ef að forsetinn er ekki standað sig, þá hverfur hann eftir 4 ár og þá færði, segjum að þetta er breytt núna, segjum að ég er í kjöri núna, ég myndi fara að breyta þessu. Það er í utanþingskjörstjórn og svo list. Og svo myndi þetta taka smá tíma að vinna þessi upp og það er náttúrulega verið margir sem setja stein fyrir vegi hjá manni og þetta er mikla breytingar og fólk er allir ekki, þeir sem er búin að ráða og stjórna er ekki alveg sáttu við það. En svo kemur að næsta kosningum. Þá færir kannski sjá allt öðruvísi kosningaherferð það sem færir í raun og veru frambjóðandar að segja mér að herri, þetta er mín sjón á hvernig framkvæmdavaldið er hægt að beita framkvæmdavaldinu. Og þetta er í raun og veru það samkvæmt stjórnarskránni eins og á að vera. Og þarna hefur kjósendinni þá er loksins meira valdi yfir því hvernig það er stjórnað í landinu. Þannig að þeir eru þá að kjósa ráðherra í rauninni. Það fyrir ekki svo langt, það er ekki svolítið samkvæmt stjórnarskránni í dag, sumir vilja það, en gallinn við það er að við myndum kjósa okkur hvern ráðherra fyrir sig. Það er ekki víst að þetta fólk sjá fram á að geta unnið saman. Nei. Og það er náttúrulega það sem við erum að treysta forsetanum, hann getur fundið góðan hóp saman. Og ef það gengur vel í því sem að forsetinn er búin að raða í, þá þarf náttúrulega forsetinn að geta skipta þessu miklu. En auðvitað er sjálfsagt að forsetinn komið fram og segir, ég er með hugmyndir hérna og mér langar að taka þetta mál fyrir. Já, vissulega, auðvitað. Það má ekki gleyma að ráðherrann er starfað með völd forsetans, þannig að forsetinn má náttúrulega alveg blanda sig í ákveðin mál og koma í sínum málefnum fram líka. En heyrðu, við þurfum að fara hérna við erum bara komin í 50 mínútur. Já, þetta líður hratt. Þetta líður hratt. Hérna, frábært að fá þig. Er ykkur Ingi eitthvað í íslensku samfélagi bara svona myndir ramma það inn á svona stuttan og skýran hátt, eitthvað sem að þér finnst að mætti laga eða gera betur og skulum sleppa kannski hérna stjórnskipunar þættinum, við erum búin að ræða hann, er eitthvað svona í daglega lífinu, í fjölmiðlum eða bara mannlífinu? Ég held að þessi síðasta áruna hefur sýnt að við þurfum að fara að sýna meiri umburðarlyndi fyrir aðra. Já. Það er alltaf mikið af öfgum sem fá ofta að ráða, kemur ákveðin stefna það sem allir, eða svona meiri hluti myndast ákveðin eða læti heyra mikið í sér og verður fólk svolítið á sikuru bylginni og myndast tókstreita. Og það er frekar ósjaldgæft að vera í minni hluta og lenda svo undir út af einhverju málefnu. En það er náttúrulega það sem stjórnarskráin og forsetinn að passa upp á þingið, að minni hlutið sé ekki að lenda í barninu. Það er allir í minni hluta einhvers staðar. Þú getur verið í einhverju áhugamáli eða einhverju öðru og þá ert þú alltaf komin í minni hluta þar. Þú getur verið með skoðanir, þú getur líka verið með einhverju aðra, hvort þessi kynni eða kynþáttur eða eitthvað annað. Til eru allir einhvern minni hluta á einhverju sviði. Ertu að tala um þess að þegar orðið skautun er notað, þessi polarisering, ertu að tala um einhverja svoleiðis þætti? Hún er náttúrulega númer 1 og 3 bara, þú veist, ég ætla bara að vera harðorður í því. Þetta er bara stjórnmálin og fréttamiðlar sem er að stýra þessu. Það má ekki gleyma að fólk er áhrifakennt og það er rosalega vont þegar þú horfir á fréttir og svo kemur náunginn og segir annað og segir þetta er ekki svona. Við þurfum að frétta með sérstaklega RÚV, við þurfum að gæta þess að sé verið að flytja í raun og veru sannar fréttir sem eru byggðar á einhverju alvöru röksemdum. Það sem ég finnst svona, vera komin kannski ekki, meinsemd í okkar samfélag er að fólk þorir ekki að segja hug sinn.
Þetta að breytast aðeins, fólk komið nóg. Nú sér það alveg hvernig það vestanhafs, fólk komið nóg. En ég fagnaði til dæmis rosalega að það séu 12 aðilar í framboði til forseta. Því að það var reynt að tala alltaf mótframboð gegn sitjandi forseta niður. Já, það ekki hefð fyrir því að fara gegn sitjandi forseta. Og mér finnst að það ákaflega slæm hefð. Mér finnst bara að það eiga að vera forsetakosningar á 4 ára fresti. Já, það eiga verið það. Já. Og þetta endurnýja umboðið svo líkt. Já, og þó að þú sé búin að sitja 4 kjörtímabil þá ekki að vera eitthvað, það ekki brot af einhverjum hefðarétti. Það íslenska lýðveldið eins og það í dag, það bara 80 ára gamalt. Og það ekkert eitthvað rosalega, það ekki eins og við höfum einhverja 500 ára hefð. En það hefð á Íslandi að halda forsetanum. Já. En það líka rosalega mikið annað hugsunarhátt hjá mörgum við að halda forsetin sé valdlaus. Þetta embætti skipti ekki máli. Nei, það er bara skrifað í stjórnarskrána að hann hefur völd. Þetta valdamesta stað á Íslandi. Svo sumir sem segja að forsetinn á ekki að vera pólitískur. Pólitískur náttúrulega fyrsta lagi ekki íslenskt orð. Það heitir bara stjórnmálamaður. Það engin meiri stjórnmálamaður heldur en forsetinn. Og hann kosin af öllu fólkinu. Þetta eina einstaklingsskjöru í landinu. Og hann þarf að eiga við alla. Hann þarf að eiga við löggjafarvaldið. Hann þarf að eiga við framkvæmdarvaldið. Hann þarf að vera þarna svolítið dipló, ef við notum við það tökuorð. Það bara hans hlutverk, hann stjórnmálamaður, númer 1, 2, 3 þetta bara stjórnmálamaður. Og hann að vinna fyrir hag þjóðarinnar og hann þarf að til þess að ná ákveðnum áhrifum í gegn, þá þarf hann að geta unnið með öllum. Hann getur ekki verið einvaldur í öllu. Nei. Það bara virkar ekki. Þess vegna þetta stilt upp svona. Ég meina ef að forsetinn, það hefur sumir skilsmiðir þarna út af þessu kosningu hræddir að sem gerir sig grein fyrir völdina, komi kannski einhver til valda og gangi á ofsa með völdin. Það alveg möguleiki, það geti gerst. En það varnagli á því og það það að þingi getur sem sagt búið til kosninga. Ef hann 3/4 meiri hluti á þingi, þá þetta fella forsetann. Þeir lýsa vantrausti á forseta? Já. Þeir lýsa ekki vantraust, þeir bara óskast að það eru til kosninga og það raunverulega vantraust. Þannig ef að forsetinn gengur sér ofsa og eftir hálft ár eða ár, þá getur bara þingið ef hann meiri hluta. En ef að þingið hefur rangt fyrir sig, þá fellur þingið og það kosið til alþingiskosninga aftur. Þú ætti að segja, þú veist, getur þingið, ef að 3/4 þingmanna? Ef að 3/4, hvenær sem á kjörtímabil forsetans, getur 3/4 hluti þingsins óskað eftir kjöri. Nýja forsetakosninga. Og það fólkið sem að ræði því hvort forsetinn situr áfram eða ekki, af því hann var kosinn af þeim. Þingið getur ekki rekið forseta. En ef að verður gengið til kosninga og forsetinn lifir þær kosningar af, þá þarf þingið að endurnýja sitt umboð af því að greinilega hafa þeir ekki haft rétt fyrir sig, ekki haft vilja þjóðarinnar í hendi. Þá það raunin bara fallið. Þá fellur það strax. Og það þarf að vera með minni að þeir hafa, ég ætla ekki alveg fulla, þeir hafa ákveðin tímabil, kannski 2 vikur eða 5 vikur til að koma kjörið upp á nýtt. Ég heyri það, ég þarf að fara að lesa stjórnarskrána. Þannig, þú veist, það einn varnaglinn og síðan það þannig að ef að þingið að ganga þessu ofsa, það getur alveg myndast einhver meiri hluti á þingið sem bara enga veginn fara eftir því sem þjóðin vill og þá getur forsetinn búið til kosninga. Ég man þannig að ég las stjórnarskrána, það 52. grein held ég, það bannað að selja, þú veist, auðlindir eða ríkiseignir. Já, forsetinn getur ekki, forsetinn þeim með utanríkismál, en hann getur ekki haft áhrif sem selt land eða hluti sem telja landhelgirinnar eða gert samninga erlendi sem hafa áhrif á stjórnarfari á Íslandi. Ég hef svolítið áhyggjur af því að vera að selja landið í burtu. Erlend eignarhaldi eins og það einhvern veginn voru einhverjir Kínverjar hvað heita jörðin þeim Já, það var ekki að lagi Kínverjinn keypti þessu stóru jörð, það var alltaf Bretinn keypti alla hina jörðina. Já, ég held að Ögmundur Jónasson hafi stoppað það. Já, og samt í rauninu verið Bretar sú þjóð sem hefur verið okkur óvinvænlegast. Já. Það bara staðreyndin, sagan bara svoleiðis og hefur enn verið. Já. Þeir hernám okkur og setja okkur hryðjuverkalög. Já, við sögðum náttúrulega í stríðinu að við vildum vera hlutlaus og ætlaðum ekki að fá neinn herhinga. Og þeir hernám okkur, tók okkur með valdi. En við Íslendingar náttúrulega bara höfðum vit fyrir okkur þá og lyftum með pendur og herrum á seljaði fisk. Og reyndum bara að gera það best úr þessu. Og síðan náttúrulega tókur fullt af fólki hérna til Bretlands og í raun og veru í pyntingar. Já, og svo náttúrulega var þorskastríð, það var náttúrulega engin miskunn þar. Já, en pyntingarna voru náttúrulega mjög alvarlegar sem voru framkvæmdar á Íslendingum hérna. Já, þú þekkir ekki það svo við, það voru Íslendingar á stríðsárunum. Ég veit að það var brest fangelsi bara niður á Kirkjusandi. Já, en svo var fólk tekið úr landi. Já. Fólk var flutt til Bretlands og sætti pyntingar og langa fangelsisvistar þar. Og fyrir hvaða sakir það? Engar í raun og veru í endanum. Mér skilst það ekkert að þessi fólk hafi verið sakæft.
Já. En þá var stríðsástand og það var bara grunnur. Þá spyr ég sjálfur mér, gat þetta fólk ekki bara verið hérna á Íslandi þá eða? Ég meina, þetta eigið, það ekki eins og þeir að fara að hafa ykkur áhrif á stríðið. Nei. Þeir geta rekið alla talstöðasendingar og svoleiðis. Meira svo þeim tíma, sko. Þannig að þetta var ekki þörf á þessu. Og síðan kemur náttúrulega eins og segið þorskastríðið. Og þorskastríðin, þau voru fleiri neitt. Já. Maður verið að spyrja sig, við hefum ekki verið í þessu varnarbandalagi, sóknarbandalagi sem ég kallaði það. Það gæti verið að það hefði farið öðruvísi. Einmitt. Ég meina, auðvitað áttum við ekki séns í þá. Nei, ekki bröska. Þið geta lyft upp bringuna og segja, já, við vorum svo flottir. Já. Þetta var þrjóskustríði, já. En þetta var mjög rómantískt að klippa veiðarfæri aftan af bröskum skuttógurum. Já, ég meina, sumir aðrar þjóðir lærið af þessu og framkvæmdu eins seinna, sko. Já. Þannig, jú, við stóðum okkur vel í þeim aðstæðum sem vorum, en í alvöru valdið það hefði náttúrulega Bretinn bara tekið yfir okkur. Já. Svo kemur má ekki gleyma hryðjuverkalögin sem voru sett á okkur eftir hrun bankana. Það aldrei verið beðist afsökunar neina að þessu. Nei, en ég heyri það, Eiríkur Ingi, að ég þarf að fá þig aftur í viðtal lengt og ræða stjórnmál og sögu. Já. En ég held að við þurfum að fara að segja þetta gott. Ég nefnilega lofa mínum áhörfundum að ég sé bara með 20 minna þátt sem að geti lengst. Já. Þú bara skipta tvennt. Já, það var fyrirpart, seinnpart. Já, ég kom sem ekki þörf á því. En ég vil bara að fólk íhuga alveg það sem að kjósi frekar eftir hjartanu og málstað en ekki vera að kjósa eftir einhverju kænsku eða eitthvað. Þú þarft að vera sáttur svo í lokin hver verði forseti. Og ef atkvæði þitt valdi forseta sem þú ert svo ekki sáttur við seinna, þá svolítið erfitt að fara að breyta því eftir á. Það ekki hægt. Nei. Eiríkur Ingi Jóhannsson, forsetaframbjóðandi, 1000 þakki fyrir frábært spjall og komuna. Og takk fyrir að hlusta. Og segi sér flestum að hlusta á þennan þátt. Því að þetta bara lærdómsríkasta spjall. Gangi þér vel. Takk fyrir. Takk.